Ég heiti Hlédís og er Sveinsdóttir að með best vitanlega og rétt eins og Eva Laufey hvar annað þá hef ég mikinn áhuga á mat en aðalega að éta hann og það er kannski munurinn á okkur. Mér finnst skemmtilegra að éta hann heldur en að nokkuð tímann að matbúan. Ég kalla mig vestlending og að ég er fædd uppalinn í Staðarsveit á Snæfellsnesi og sæki mikið þangað ég bjó hérna á Akranesi. Það eru bara 2 vikur síðan ég flutti og ég grenjaði með hori af því að mér fannst svo leiðilegt að taka stelpuna mína á leikskólanum, bókstaflega. Þetta er æðislegir, það er svo gott stóðkerfi hér. En ég var aðeins að elda vinnu, það þarf að salta grautinn. En ég er haldin svona undarlegu blæti að ég get ekki séð tómt iðnaðarhúsnæði. Ef ég séð tómt iðnaðarhúsnæði þá líður mér illa. Bauhaus var að fara með mig í gröfina á sínu tíma þegar ég keyrði þar framhjá og Skagaveg hérna þegar ég var að labba með barnavagnin. Þetta er djöfulegt. Og það er þetta tómt húsnæði við Krónuna sem er líka alveg að fara með mig á taugum. Mér langar svo að ég er nefnilega með hugmynd og svo ég kynni mig aðeins, ég var formaður beint frá bíli og ég hef verið að koma þess að matarhliðinni frá frumframleiðendum og hef verið að tengja eins og milli. Ég var með verkefni sem heitir Kindu.is, hefur reyndar aldrei gefið mig krónu en hugsjónin lifir. Mér langar að tengja sveitina við borgina, þéttbýli og dreifbýli. Og það hef ég reynt að gera í gegn með Kindu.is og fór í það út frá, fór í beint frá bíli út frá því. Og svo hef ég verið núna síðustu ár, hef ég verið að halda matarmarkaði og í samstarfi við alls konar aðila. Núna er ég að halda til dæmis í samstarfi við Reykjavíkurborg á Ingólfstorgi allan desembermánuð og stærsta matarmarkað sem hefur nokkuð tíma verið haldinn á Íslandi í Hörpunni 14. og 15. desember og uppið frá 11 til 17, nei, notið þetta sem auglýsingu. En það er stærsti matarmarkað, það eru 60 framleiðendur og það hafa, stjórnaraðilar hafa leitað til mín eða spurt mig, það er svona undir alda hjá framleiðendum. Núna eru framleiðendur virkilega komnir í þá stöð að þeir eru að framleiða, geta komið á markað og kynnt. Þetta er svona, við erum svona 5-10 árum á eftir Evrópulöndunum okkar með markaði, með matarmarkaði og allt það. Akranes getur skapað sér sérstöðu að þessu leyti. Við erum í heppilegri fjarlægð frá Reykjavík, frá stærsta neytendasvæði landsins. Þetta er skemmtilegu dagsrúndur, það er þess vegna hægt að taka Hvalfjörðinn, það er hægt að taka borg, bíli, bær, þú veist, Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður og Hvalfjörður, Bjarteyjarsandur sem er alveg einn af mínum uppáhalds sveita bæjum því að hún er komið kjötvinnslu og mikla starfsemi þar. Þetta er alveg fullkomin rúndur. Þetta er, tók ekki nema 25 mínútur að koma hérna áðan því ég var svo sein. En þetta er ekki svo lang, þetta er svo stutt leið. Þetta er einhvern veginn hinn fullkomni rúndur frá Reykjavík og fólk vill, þú veist, Mosfellsbær hefur verið með markaði, Hafnarfjörður er með jólaþorpið, fólk vill, ef það er að fara í markað, þá vill það taka þess aðeins upp, fara aðeins og taka það er ekki nóg að fyrir Smáralind eða Kringluna eða eitthvað, þú vilt aðeins keyra. Ég tek alltaf grindabórsæfingar í Kollafirði, lenti einu sinni í vandræðum á eftir sumarbústað en annars hefur það gengið slysalaust. Það er örugglega hægt að finna einhverja kallaæfingu, þetta er fullkomið rúndur. Og mér finnst einhvern veginn að það er tómt iðnaðarhúsnæði sem var að fara með mig í gröfina, við hliðina á Krónunni. Þetta vinnur fullkomlega með öðrum annarri atvinnu starfsemi Skagaskvísur, þið getið hlegið að því. Þú veist, það er komin hefð fyrir einhvers konar markað starfsemi hér. Hans og Greta, það er ekki nýopnað. Það er algjörlega út frá eða ekki söluaðalum, hvað heitir hún upp á Heiðarsbraut, Kristbjörg. Hún er með svona antiksölu. Ég veit fólk sem er að koma, mínúta, ég sá þetta ekki. Ég veit fólk sem er að keyra með fulla bíla af fólki til þess að kaupa antik af henni. Það er einhvern veginn hægt að það er hægt að reyna að sameina þetta. Akranes hefur sérstöðu að því leyti, við erum með allan Borgarfjörð á bak við okkur. Ylrækt, stærsta landbúnaðarhérað, nei, er það? Maggi, hjálpaðu mér. Er það stærsta, er ekki 30% af öllum landbúnaði er í Borgarfirði eða eitthvað? Við erum með rosalega stórt landbúnaðarhérað á bak við okkur. Við erum með ylrækt, við erum með þessi frábæru sjávarútvegsfyrirtæki á bak við okkur. Og þetta myndi vinna með öllu öðru. Þetta myndi einhvern veginn styrkja alla ferðaþjónustu, allt annað. Það væri kannski bara grundvöllur fyrir að gera þetta einu svona ári. Fyrstu helgina í hverjum einasta mánuði, 12 sinnum ári,
væri markaður hérna. Þú veist, þá kæmu, eins og núna verum við 60 framleiðendur í Hörpunni, það væri vel hægt að fá, alveg eins og hægt að fá framleiðendur af landinu í Reykjavík, þá alveg hægt að fá líka framleiðendur frá Reykjavík til að koma til Akranes. Þú veist, þetta væri bara markaðsbær Íslands og það væri líka hægt að halda svona þema, þú veist, lambakjöt á haustin, svartfuglsegg á vorin, þú veist, það væri hægt að selja piknik til sumarbústaðar eiganda. Þú veist, það eru endalausi möguleikar, ég má ekki tala lengur, en bara vinnusmiðan á eftir, takk.